Góðan dag, þá hefst 60. bæjarstjórnarfundur bæjarstjórnar Árborgar, kjörtímabili 2022 til 26. Það er ákveðin áfangi að ná 60 fundum og þeir eru eftir að vera nokkrir í viðbót. Það er kjörtímabilinu líkur, ef Guð lofar. Það er bæjarstjórnarfundurinn nr. 60, 18. júní 2025, klukkan 16, haldinn hér í Grænumörk 5. Og mætt eru til fundarins Kjartan Björnsson, sá sem hér stendur, forseti bæjarstjórnar, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Sigurún Vítalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista og Álfheiður Ómarsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista. Og Rósa Sif Jónsdóttir er ritari fundarins. Nú, fyrst vil ég gæta því hvort að einhver athugasemdir eru við boðum fundarins. Ef þær eru hér, þá þurfum við að ræða það. Það er engin hvað þessi hljóðs undir þeim lið, þá göngum við til dagskrá. Það er fyrsta erindi á þessum fundi EISL 12 á Stokkseyri. Afgreiðslu málsins var frestað á 57. bæjarstjórnarfundi. Tillagan er frá 43. fundi skipulagsnefndar sem haldið var 23. apríl síðastliðinn, liður 2. Það er beiðni umsögn geymslustað ökutækja. Samgöngustofa óskar eftir umsögn sveitarfélagsins Árborgar samkvæmt 2. málsgrein 3. greinar laga nr. 65/2015 ökutækjaleigur vegna umsóknar Kodiak Travel EHF geymslustað ökutækja að EISL 12 á Stokkseyri. Sótt að leigja út eitt ökutæki. Það vantar eitt í og þarna. Í aðalskipulagi Árborgar 2020-36 kemur meðal annars eftirfarandi fram stefnu byggðar á Eyrarbakka og Stokkseyri. Það heimild sé fyrir minniháttar atvinnustarfsemi innan íbúðabyggðar svo sem gistiheimili, ferðaþjónustu, minni verslanir og menningartengda starfsemi til að efla fjölbreytni í atvinnulífi. Skipulagsnefnd samþykkir fyrir sitt leyti að lóðarhaf á EISL 12 verði heimilt að geyma eitt ökutæki sem tengist útleigu bíls. Nefndin gerir þó fyrirvara jákvæða niðurstöðu grenndarkynningar og skal grenndarkynnt fyrir lóðarhöfum við EISL 11 og Eyrarbraut 14 og 16. Lagt er til við bæjarstjórn að samþykkja að lóðarhaf á EISL 12 verði heimilt að geyma eitt ökutæki sem tengist útleigu bíls, þó með fyrirvara jákvæða niðurstöðu grenndarkynningar og skal grenndarkynnt fyrir lóðarhöfum. Umsagnarbeiðni frá Samgöngustofum geymslustað ökutækja fyrir EISL 5 á Stokkseyri lögð fram eftir grenndarkynningu. Sóttur að leigja út eitt ökutæki. Grenndarkynning fór fram dagana 25. apríl til 27. maí 2025 og bárust engar athugasemdir. Skipulagsnefnd Árborgar veitir jákvæða umsögn og umsagnarbeiðni. Farið hefur fram grenndarkynning, engar athugasemdir bárust. Lagt er því til við bæjarstjórn að samþykkja að lóðarhaf á EISL 12 verði heimilt að geyma eitt ökutæki sem tengist útleigu bíls. Ég opna fyrir mælendaskrá, einhverju vilja tjá sig þetta merkilega mál. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, óskar eftir að fá að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Þetta er nú svona smá aðeins áhugavert mál út frá hversu mikið er umleikis vegna í rauninni lítils. Það er það er greinilega engin munur gerður á því hvort að þú sért að fara að leigja út einn bíl eða hvort þú starfrækir heila bílaleigu með 20 bíla, það virðist eftir því sem að ég kemst næst. En mér langar svona aðeins að varðandi þetta mál að þetta er ekkit stórvægilegt eða neitt slíkt og þetta er svo sem mjög einfalt mál, en það náttúrulega kominu engar athugasemdir við þessa grenndarkynningu eða neitt slíkt. En það verið snýst máli einn bíl í útleigu, en textinn sem fylgir með þessu máli
ég verð að viðurkenna, ég varð að lesa nokkru sinnum. Þetta mér langar að koma þeirri beiðni á framfæri að textin verði svolítið einfaldaður. Af því að það í rauninni, það segir manni ekki neitt að heimilt að geyma eitt ökutæki sem tengist útleigu bíls. Þetta mjög, það ekki gott að skilja þetta, og að því að þetta á nú að vera aðgengilegt fyrir alla, fyrir íbúa og aðra að kynna sér mál, þá er þetta mjög tyrfið og óaðgengilegt. Og í rauninni textin sem kemur í umsagnarbeiðninni frá Samgöngustofu, hann mjög skýr, af því að þeir óska eftir umsögn geymslustað ökutækja vegna starfsleyfis til reksturs ökutækjaleigu. Þetta snýst það að þetta ökutækjaleiga, þó það bara að leigja út eitt ökutæki, og textin þar mjög skýr, en síðan þegar þetta fer inn í eins og þetta kemur frá nefndinni, þá þetta eiginlega alveg óskiljanlegt. Og ég veit alveg að við getum bætt það, og ég held að það sé bara ágætt að þess að fara yfir hvernig afgreiðslurnar eru settar fram. Þegar þetta allt og langt og rauninni svona skringilega orðað. Takk. Takk fyrir þetta, Arna. Þessum ábendingum verður komið áleiðis og hægt. Forseti gæti með ákveðnum hætti tekið undir þetta. Þetta tyrfinn texti og langur og allt að því endurtekningar. En við ætlum að drepa á símánum, hljóðum í þeim. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru samþykk þessu leyfi, vinsælt að gefa merki. Einhverju á móti? Sigurjón, ertu meðfylgjandi að setja hjá? Já, það kom hér atkvæði á 12. stundu, það samþykkt samhljóða. Þá komið að máli númer 2. Það eru Stjörnusteinar 7 og Heiðarbrún 2-8b. Þetta tillaga frá 47. fundi skipulagsnefndar frá 11. júní síðastliðinn, liður 5. Lagt fram að lokinni auglýsingu deiliskipulag fyrir íbúðarhúsagötuna Stjörnusteinar 7 og Heiðarbrún 2-8b á Stokkseyri. Skipulagsnefnd hefur nokkur skeið horft til þess að reyna að þétta byggð þar sem þess nokkur kostur. Hefur verið horft sérstaklega til öðra lóða sem hafa staðið þannig árum og áratugum saman í þegar byggðum hverfum. Nefndin telur að það sé ávinningur fyrir sveitarfélagið Árborg að það séu byggð hús á lóðunum innanum og önnur íbúðarhús og myndist þá heildstæð götumynd á hverju svæði fyrir sig. Meginmarkmið deiliskipulagstillögunnar að gera deiliskipulag fyrir götulínuna á fyrrgreindu lóðum Stjörnusteinar 2 og lóðirnar Heiðarbrún 2-8b á Stokkseyri. Deiliskipulagstillagan í samræmi við aðalskipulag Árborgar 20-36. Fyrir í gildi deiliskipulag fyrir lóðina Heiðarbrún 6-6a og mun það falla úr gildi við gildistöku nýs deiliskipulags. Tillagan var auglýst í lögbirtingablaðinu og dagskránni frá 13. febrúar 2025 með athugasemdafresti til 27. mars 2025. Þá var tillagan aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins Árborgar. Athugasemdir bárust frá íbúum við Heiðarbrún 2 og Heiðarbrún 8. Skipulagsnefnd hefur farið yfir athugasemdir og hefur sett saman í samantektarskjali viðbrögð við athugasemdum sem mun fylgja með öðrum gögnum tillögunnar og verða send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Skipulagsnefnd áréttar að það sé ávinningur í að þétta byggð og gera eins heildstæða götumyndir og hægt þar sem því við komið. Skipulagsnefnd samþykkir fyrir sitt leyti tillögunni í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og mælist til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki tillöguna í samræmi við 41. grein sömu laga. Gerðar hafa verið lagfæringar og uppdrætti í samræmi við samantektarblað með svörum og viðbrögðum nefndarinnar. Svo hér fylgiskjöl
skuggavarp, mótmæli og ýmislegt fleira sem fylgir hér málinu, en ég opna fyrir mælendaskrá. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista, hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilhöfundur sem getur verið að horfa. Já, við erum að fara hérna yfir skipulagstillögu. Við höfum nú komið inn á fyrir Stjörnusteina 7 og Heiðarbrún 2-8B. Það komu inn nokkrar athugasemdir sem nefndin horfði til og tók tillit til, og það kom hérna líkt og kom fram í bókun nefndarinnar, þá var settur inn þessi uppfæriði hérna uppdráttur og kom inn hérna í gögnin í dag, og breytingarnir eru eins og kemur fram aðal breytingi þar þessi tilfærsla á byggingarreit fyrir hérna lóð 8A, þar sem færist fjær í rauninni lóð 8 2 metra sem eigur þá bilið þarna þessu milli, sem var í takti við athugasemdir, sem bara flott. En svona tillaga að bókun, og svo kannski að því eins og kom fram maður sammála því að það sem reyna að þétta götumyndina og búa til lóðir sem hægt að deila út, en sveitafélagið að vinna í og þarf að skoða þetta svæði svona gagnvart ágætu félagi sem eru gamlir samningar frá Stokkseyjarhreppi sem þarf að leysa úr áður en þetta að deila út lóðum á þessu svæði, og þessu vinna í gangi, en mun líklega taka einhver tíma, en allavega deiliskipulag þá tilbúið til að vinna eftir því til framtíðar. Tillaga að bókun bæjarstjórnar fyrir þetta mál þá að bæjarstjórn Árborgar hefur farið yfir athugasemdir og sammála viðbrögðum skipulagsnefndar við athugasemdum. Gerðar hafa verið lagfæringar á uppdrætti í samræmi við samantektarblað með svörum og viðbrögðum nefndarinnar. Bæjarstjórn tekur undir með skipulagsnefnd og áréttar að það sé ávinningur í að þétta byggð og gera eins heildstæða götumyndir og hægt þar sem því við komið. Og bæjarstjórn Árborgar samþykkir tillögunni í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og felur skipulagsfulltrúa að senda Skipulagsstofnun tillöguna til afgreiðslu í samræmi við skipulagslög. Og lík þá lestir ég en kannski svona bara til áréttingar, þá var komið á stað vinna við lóðina og sér deiliskipulag sínu tíma samþykkt fyrir lóð nr. 6, þannig að eins og kemur fram í svörunum þá var ekki tekið afstæð til þeirra athugasemda í þessari vinnu. Takk fyrir. Fleiri sem óskað eftir að fá að taka til máls undir þessu máli nr. 2. Ef svo ekki, þá ber ég þetta upp til atkvæða. Þeir sem eru samþykk þessari afgreiðslu og þessari útfærslu sem að Bragi kynnti hér áðan, gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá förum við í mál númer 3 á dagskránni, það Tryggvagata 15 á Selfossi. Tillaga frá 47. fundi skipulagsnefndar frá 11. júní síðastliðinn liður 1, Tryggvagata 15. Landform leggur fram tillögu að breyting og gildandi deiliskipulagi skóla og sundhallarreits við Tryggvagötu 15 á Selfossi. Að ræða breytingu á deiliskipulagi sem samþykkt var í bæjarstjórn Árborgar þann 15. maí 2013 og tók gildi með auglýsingur með 591 23. júní 2014. 3 breytingar hafa verið gerðar á deiliskipulaginu síðan. Í síðustu breytingunni sem samþykkt var í bæjarstjórn Árborgar þann 13. desember 2023 var byggingarheimild á nýjum byggingarreit stækkuð sem heimilaði viðbygging á 2 hæðum norðan við Sundhöllina til að stækka líkamsræktar aðstöðu á 1. og 2. hæð. Þeirri uppbyggingu nú lokið en frágangur á lóðin eftir. Nauðsynlegt að stækka sundlaugarsvæðið og bæta við kennslu keppnislaug vegna ört stækkandi hóps nemenda í sveitarfélögum sem þarf að komast í skólasund. Deiliskipulagsbreyting þess byggð á þarfagreiningu verkís og í samræmi við gildandi aðalskipulag sveitarfélagsins Árborgar og ákvæða sem þar gilda reit S3. Breytingi varða Tryggvagötu 15 lóð Sundhallarinnar en einnig Tryggvagötu 13 lóð Sandvíkur seturs þar sem lóðamörk milli þessara lóða breytast. Tilstendur að reisa nýja búningsklefa fyrir nemendur austan við nýja laug og þarf því að huga að aðkomu skólabíla við bankaveg. Einnig stendur til að bæta aðra aðstöðu á lóðum svo sem rennibraut, heita potta og kalda. Breytingar felast í eftirfarandi þáttum. 1. Ný kennslu- og keppnislaug með 7 brautum staðsett sunnan við núverandi laug syðst á útisvæði. Núverandi pottar næst útiklefu færast og breytast. 3.
Nýr byggingareitur kemur sunnan við Sundhöllina. Innan hans heimilt að reisa nýjan vakturn og upphitaða búningsklefa. 4. Nýr byggingareitur fyrir geymslu og þjálfaraðstöðu kemur vestan við núverandi laug. 5. Ný rennibraut kemur í stað núverandi. 6. Aðkoma fyrir skólabíla, rútur, þjónustubíla verður við Bankaveg, austamegin við nýja búningsklefa. Bílastæðum fækkar. 7. Lóðamörk milli Tryggvagötu 13 og 15 færast til norðurs og þar með breytast lóðastærðir og má sjá þar á meðfylgjandi töflu. 8. Nýtingarhlutfall beggja lóða breytist vegna breyttra lóðarstærða og aukist byggingamagn frá lóð Tryggvagötu 15 og þar má sjá einnig á meðfylgjandi töflu sem fylgir hér með. 9. Bílastæði hreyfihamlaðra norðan við Sundhöll breytast. Aðrir byggingaskilmálar haldast óbreyttir. Skipulagsnefnd samþykkir fyrir sitt leyti breytingatillögu í samræmi við 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og samþykkir að tillagan verði auglýst samkvæmt 41. grein sömu laga og mælist til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki tillöguna samkvæmt 43. grein skipulagslaga og til auglýsingar í samræmi við 41. grein sömu laga. Þá ætla ég að opna fyrir mælendaskrá og Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista, óskar eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, við erum að ræða málið með deiliskipulag sem fellur fyrir svæðið við Sundhöll-Selfoss. Það var nú farið vel yfir þær breytingar sem verið að gera á deiliskipulaginu í inngangnum og ég held að skýringamyndin að deiliskipulags uppdráttur, hann sýnir það mjög vel, sérstaklega gagnvart lóðinni sjálfri, hugmyndunum lóðina. Við vitum náttúrulega það sem búið að taka fyrir núna í eign- og veitunefndunum snýr að kennslu og keppnislauginni en þarna búið að setja inn röð af þeim hugmyndu sem starfshópurinn hafði uppbyggingu svæðisins, þó að það geti auðvitað breyst við nánari hönnun og vinnu og svona nánari útfærslu þegar verður farið í framkvæmdir. Því það ekki búið að ákveða neinar aðra framkvæmdir heldur en keppnis- og kennslulögina og þá þessa búningsklefa á þessu stigi. Þannig að hvort það verði breytingar á deiliskipulagi til framtíðar, það vitum við þetta ekki, en þetta mjög flott að sjá svona heildarmyndir í komið þetta inn, en síðan kannski svona stærri breytan það eftir að nýbyggingin sem að nýopnuð hjá Workclass sem fer norður fyrir húsið að tryggja í rauninni Sundhallalóðinni í rauninni nægilegt pláss norður af, þannig að bílastæðin og gegnumkeislan þar falli undir sundlaugalóðina. Nú hefur staðið til og stendur til ennþá hjá sveitarfélaginu að selja þá lóð þetta sem til Sandvíkursetrinu, að þá allavega búið að tryggja þessa þjónustu sem þá bílastæðin við Sundhöll-Selfoss, hvað svo sem verið gert að þeinum reitnum til framtíðar, sem vonandi verður nú bara hægt að vinna í góðri sameiningu við þá aðila sem þar gætu byggt. En já, annars bara flott tillaga og leggjum til að hún verður samþykkt. eins og næst, takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúi og aðrir tilheyrendur. Já, ég kem upp bara til að fagna þessari áætlun, getur ekki orðað þannig, þessari teikningu, því að það alltaf mín skoðun að sé mikilvægt að horfa til framtíðar og teikna upp reiti eða byggingar eða þá framkvæmd sem má fara í og svo verður auðvitað sníða sér stakkandi vexti þegar farið af stað og ég held að sé alltaf ódýrara til langtíma litið þegar horft á verkið í heild og þá þetta að gera ráð fyrir því í fjárhagsáætlun hvað verður farið í og hvað ekki og ég bara mjög sátt við það að við séum að horfa á kennslulaug, keppnislaug þarna á þessum stað. Það er ákveðin svona samlegar áhrif sem eru og fylgja því að vera með þetta á sama svæði. Þannig að ég ætlaði nú bara að koma inn upp og lýsa yfir ánægju minni að væri komið svona framtíð að sína á hana reit en ítreka þó það að sjálfsögða það hlýtur að þurfa að fara af stað í þetta eftir bara og forgangsraða eftir efni og ráðum.
Takk fyrir þetta. Fjóla eru fleiri sem að Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, óskar eftir að fá að taka til máls. Forseti, já, ég tek undir með Fjólu, bæjarfulltrúi Fjólu, varðandi að það er gott að þetta deiliskipulag sé að koma hér til samþykktar umfjöllunar og spennandi þessi framtíðarsýn á þessu svæði og hérna það er auðvitað líka gaman að sjá þessa mynd af svona svæðinu eins og við vonumst til að líti út auðvitað á misjöfnum eða sem sagt eins og bæjarfulltrúi Fjóla kom inn á, það er auðvitað allt eftir efnum og aðstæðum og það allt saman. Það er að sníða sér stakka til vexti en það er auðvitað búið að vera langur tími sem hefur núna verið undir varðandi framkvæmdir á svæðinu og hefur dregist náttúrulega lengur en góðu hófi gegnir að klára þarna utan eða sem sagt úti svæðið og taka í notkun bílastæðin sem eru þarna norðan megin við Sundhöllina og ansi lítið verið að vera þarna innan girðingar dálítið lengi þannig að við vonumst nú til að það verði sem allra fyrst að það verði hægt að bara nýta það svæði sem er búið að vera afgirt allt og lengi en mér langar líka að vekja athygli á öðru þarna í deiliskipulaginu sem er nú ekki nýtt í deiliskipulaginu en hefur verið lengi og því miður ekki náðst að framkvæma það en maður hugsar það er nánast í hvert skipti sem maður fer og nýtir sér aðstöðuna í flottu aðstöðunni í Sundhöllinni. Það eru bílastæðin meðfram Tryggvagötunni. Þetta er auðvitað alveg ferlegt að það skuli ekki hafa verið hægt að fara í að breyta þeim eins og hefur verið í deiliskipulagi nokkuð langt skeið og að því að þetta er bara slysahætta og það er alveg hrikalegt að skuli alltaf vera bakka fleiri bílum í áttagangstéttinni sem er fyrir aftan og svo er þetta líka bara, þetta er bara ekki fallegt og væri hægt að gera þetta svo miklu fallegra og svona manneskjulegra þetta svæði með breytingum á bílastæðinu en það væri bara ásynlegt eða það væri einhvern tímann í mjög náinni framtíð hægt að fara í það að laga þetta eins og staðið hefur til í fjölda ára. Takk. Takk fyrir þetta Arna Ýr, þá er Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, óskar eftir að fá að taka til máls. Forseti bæjarfulltrúi til fagna að sé vera að uppfæra nýtt skipulag á Sundlaugarsvæðinu og bara til að svara kannski Örnu varðandi bílastæðin sem standa meðfram Tryggvagötunni. Þá var það þannig að, ég man nú ekki alveg hvernig það var, 2016 og 17, þá er mokað yfir gatnamótin á Austurveginum og fram að Sundlaug. Það er eftir rauninni að endurnýja alla götuna frá Sundlaugina eða við hraðhendurinn fyrir fram að Sundlaugina og alveg suður að umferðarljósum. Þegar það verður gert þá eru þessum bílastæðum breytt og haft þá gangstéttar megin, rauninni ekki götu megin eins og þau eru í dag. En kostnaður þetta er 5 sinnum meiri örugglega en við erum að ráðast í aðrar framkvæmdir eins og núna á Rauðholtinu. Þetta eru gríðarlegir peningar en það er vitamál við þurfum fyrir og við sjáum líka bara varðandi upp þau vandamál sem hafa komið upp í Vallaskóla núna í kjallaranum þar og annars staðar að það er bara virkilega aðkallandi að fara í þetta verkefni og þetta verkefni þarf að fara í bara núna á næstu 3-4 árum tel ég og við þurfum bara að skoða það núna í fjárhagsáætlunarvinnunni í eign- og veitunefnd hvort þeir ná ekki að koma þessari stóru og dýru og mikilvægu framkvæmd fyrir í endurnýjun á lagnakerfinu á Tryggvagötunni. Takk. Takk fyrir þetta Sveinn Ægir, þá voru Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi D-lista, óskar eftir að fá að taka til máls. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég get nú ekki hjá líðast að koma hérna upp og fara aðeins yfir þessa framkvæmd þar sem að ég satt náttúrulega í undirbúningsnefndinni var að tillögum og þetta nú niðurstaðan fyrir ágætu vinnu og
þeirri þarfagreiningu sem var farið í gegnum og það var vandað mjög til og undir forystu og gets bæjarfulltrúa að þá var rauninni farið yfir víðan völl og reynt að athuga með hvað væri þarfast í þessu. Og ég verð að segja eins og að ég sakna pínulítið og það getur vel verið að það komi fram síðar að það verður hreinlega byggt við, það að segja steypt við núverandi byggingu á útisundlauginni og kannski fjarið í það að reyna að byggja með aðeins myndugri hætti klefana sem sagt fyrir þá skólasundið og það væri þá innangengt inn í húsinu sjálfu, þannig að það var það gerð bara raunveruleg framlegging þannig sem var innangengt inn í búningsklefa fyrir skólasundið og það að teikna núna svona, maður getur sagt bara svona lítinn hjall eða litla aðstöðu sem að svona skírskotar svolítið við þá útiklefa sem nú þegar fyrir að það svona finnst mér kannski ekki mikill bragur á og myndi kannski hvetja til þess að við myndum horfa aðeins lengra og þetta kostar það meiri peninga en ég held að við ættum að reyna að steypa við núverandi húsnæði og gera þetta þá í framhaldi af því að bara útisundlauginni getur við sagt, eða innisundlauginni segja. Það eru vissulega dælurými sem að koma þar til álita sem eru við austurendan á því húsi en engu að síður að þá það kannski líka eitthvað sem að kemur til með að þurfa að uppfara hvort þið einhvers konar sandgildra ef ég man það rétt og slíku búnaður. En að fara að skeyta svona ódýrum einingum sem ekki í neinum einasta takti við þá ásýnd á sundlaugarhúsinu eins og það í dag að það finnst mér svolítið svona hjóm og lítið svona það lítill bragur á því. Ef við skoðum til dæmis bara sundlaugar sem að hafa verið uppfærðar og við getum bara farið á Akureyri til dæmis að viðbæturnar þar við annars húsnæði sem var bara í rauninni átti djúpa rætur í hjörtu Akureyringa þar var uppfærsla sem var staðið af miklu myndugskap og þetta öll ásýndin á úti sundlaugum og það var bættu sundlaug og bættu bottum og afþreyingar aðstöðu að það var gert þannig að þetta eru fulltrúar í öðrum sveitarfélögum að horfa til þess sem var gert og ég segi það alveg fullum fettum verandi fasta gestur í sundlauginni þó ekki lengur með sama hætti og áður heldur nota einu bara heita pottan á gufuna og vaskgufuna að þetta einhver albesta aðstæða sem að býðst þó víða sé leitað og mjög víða. Ég segi bara hreinlega að þessi aðstæða sennilega miðað við allt það sem í boði þá þetta langbesta sundlaug landsins. Það bara þannig og við erum með innisundlaug og innisundlaugar getum við sagt, það sem að hægt að kenna með mjög góðum hætti og þeir sem ósýndir að geta þetta lært í mjög grunnu vatni og svo þeir sem aðeins meira lengra komnir að þeir geta synt í 16 metra lauginni og þetta aðstæða sem ekki bara verið góð fyrir þau sem að læra að synda, heldur þetta líka frábær aðstæða fyrir þjálfara og kennara. Og ég ætla nú líka að taka aftur djúpt í árinu og þetta eru orð sem að ég tek frá besta þjálfara landsins. Hún sagði þetta hreinlega, þetta væri besta þjálfara landsins og þá út frá þjálfara. Þetta það tekur það mjög á að standa úti á veturna í allum veðrum og góla yfir veður og vind og snjókomu til þess að ná til þeirra sem út á þjálfara í sundlauginni. Þannig að ég segi að við eigum auðvitað að hafa það í huga, enda orðin á þessu, við höfum það í huga að þetta getum við sagt, ein besta sundlaug landsins og við eigum auðvitað að standa að framkvæmdu þannig að það sé alveg
það sé sómi að ekki að fara að byggja einhverja útiklefa og timburhjalla við steypt hús sem að á sér djúpar rætur í hjartum okkar allra. Takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr. Góð orð lögin okkar, nema hann minnkaði inn í lögin um 25 cm. 16,25 33. Við skulum ekki fara til að freka en gott og vel, eru fleiri sem vilja tjá sig þetta markverða mál og skipulagsmál í Sundhöll, Selfoss. Ef svo ekki þá göngum við til atkvæða og vil ég fá að vita hverju samþykki því að samþykja tillögu skipulagsnefndar að tillagan verði auglýst samkvæmt 41. grein laga vinsælt gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í mál númer 4, breytingar á greiðsluþátttöku foreldra hjá dagforeldrum. Tillagan er frá 17. fundi velferðarnefndar frá 27. maí síðastliðinn liður 4. Lagt er til að samþykkt verði heildarendurskoðun og reglum sveitarfélagsins Árborgar daggæslu barna í heimahúsum. Endurskoðunin miðar að því að einfalda reglurnar, skýra ábyrgðarsvið og skilja að gjaldskrá og reglur. Jafnframt er lagt til að ákvæði hærri niðurgreiðslu til foreldra barna 18 mánaða og eldri verði fest í sessi auk þess sem samþykkt sveitarfélagsins aukna greiðsluþátttöku vegna hækkunar á gjaldskrá dagforeldra verði formlega innleidd í reglurnar. Velferðarnefnd lýsir yfir ánægju með heildarendurskoðun reglna daggæslu barna í heimahúsum í sveitarfélaginu Árborg og að hærri niðurgreiðslu til foreldra barna 18 mánaða og eldri hafi verið fest í sessi. Velferðarnefnd leggur til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki þessar reglur sem hér eru síðan kynntar í minnisblöðum sem fylgja með málinu. Ég opna fyrir mælendaskrá. Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, óskar eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Bara rétt að fylgja þessu máli eftir. Við erum sérst í þessu máli að taka heildarendurskoðun á reglum daggæsluna og niðurgreiðslu til daggæslu foreldra í sveitarfélaginu og þetta var mjög flott vinna hjá starfsfólki fjölskyldusviðs. Hluti af því að fara í þessa vegferð var í raun og veru að við þyrftum ekki alltaf að breyta reglum leið og ráðuneytið eða það kemur leiðbeinandi reglugerðarbreytingar. Þannig við erum svolítið að skýra ábyrgðarsviðið og skilja að gjaldskrána og reglunar og sem er bara til bóta að mínu mati. Mér finnst líka mjög jákvætt og ánægjulegt að við erum að ná að samþykkja eða vonandi að samþykkja það að við séum að hækka niðurgreiðslu til foreldra 18 mánaða barna og eldri og svo sem sérstaklega þeirra en það hækkar alltaf aðeins og þetta gerir ég held að þetta verði til bóta fyrir börn og dagforeldra og foreldra sem þurfa að nota þjónustu dagforeldra í heimahúsum. Takk fyrir þetta, Helga Lind. Fleiri sem vilja tjá sig þetta 4. mál á dagskrá 60. fundar bæjarstjórnar Árborgar. Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru þessum hugmyndum sem hérna framan var lýst, samþykkt vinsælast gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 5. máli á dagskrá fundarins, reglur leikskóla í sveitarfélaginu Árborg 2025. Tillagan er frá 21. fundi fræðslu- og frístundanefndar frá 11. júní síðastliðinn. Heildarendurskoðun og reglum leikskóla í sveitarfélaginu Árborg hefur farið fram. Nýjar reglur lagðar fram til staðfestingar auk minnisblaðs frá lögfræðingi og deildarstjóra skólaþjónustu Guðrún Ásta Ólafsdóttir lögfræðingur sveitarfélagsins fór yfir minnisblaðið og gerði grein fyrir helstu breytingum á reglunum. Fræðslu- og frístundanefnd samþykkir samhljóða fyrir sitt leyti reglum leikskóla í sveitarfélaginu Árborg
og vísar áfram til fullnaðar afgreiðslu í bæjarstjórn. Ég opna fyrir mælendaskrá og fyrst á mælendaskrá er Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-listar. Já, forseti, bæjarfulltrúar tilhærendur. Ég kem hérna undir, náttúrulega fylgja því úr hlaði varandi reglur leikskóla og undir þarna er ágætis minnisblað þar sem að einmitt kemur fram að það var ekki hægt að því að þetta var heildarendurskoðun, það var ekki hægt að gera samanburð á milli regla þannig að en þær eru þarna bæði óbreyttar undir. En helstu breytingar snúa auðvitað breytingar á uppsetningu orðalega með það markmið að einfalda reglunar og gera þær aðgengilegri. Þar er lögð áhersla á megin reglur hvert atriði og undantekningarreglu tilgreindar í kjölfarið og síðan voru reglunar einfaldara og hugtök samræmd og þar voru settar inn skráningadagar og lokunadagar þegar eru skrifar inn reglunar. Verksvið og ábyrgð leikskólastjóra stýrð og meðal annars til dæmis sett inn hvenær á að birta skóladagatöl. Það hefur ekki verið inni, þannig að nú er komin tímasetning á það og það þarf að vera búið fyrir 30. apríl ár hvert. Innheimtuferlið var er einfalda á miða við það sé gert mest sjálfvirkt og hlutlaust. En þetta eru svona kannski, og svo eru breytingarnar eru þarna undir í minnisblaðinu, það sem kannski svona helstu breytingar. En Guðrún Ásta kom inn á fundinn og fór yfir þetta. Þetta er búið að vera mjög flott vinna hjá þeim á fjölskyldusviði. Bara þakka fyrir það. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Brynhildur. Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-list, hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Takk fyrir, herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, sjálfur sér eru þessar breytingar góðar og gildar og þessi endurskoðun hefur náð tilgangi sínum. Það er hins vegar eitt sem ég hef aðeins velt fyrir mér eftir að það hefur verið komið, eða það hefur verið rætt við mig af foreldrum sem hafa átt börn í sveitarfélaginu og fengið leikskólapláss utan sveitarfélagsins af einhverjum ástæðum. Og eins og reglurnar eru núna að þá er sem sagt heimilt ef að barn á biðlista fær pláss utan sveitarfélagsins að sveitarfélagi borgar þá eitthvað gjald sem er ákvarðað af sambandinu, eitthvað viðmiðunargjald og auðvitað háð því að viðkomandi sveitarfélag sem að býður plássið sé tilbúið að taka á móti. Ef hins vegar barnið fær leikskólapláss eða er boðið leikskólapláss og foreldrar hafna því að þá fellur niður þessi heimild að það geti sótt leikskóla í öðru sveitarfélagi. Ég held að þetta ákvæði, ég held að við ættum að endurskoða. Ég held að við ættum að fella þetta út. Það bara af þeirri einföldu ástæðu að það geta verið margar ástæður annars vegar fyrir því að foreldri kýs að barnið sæki leikskóla í öðru sveitarfélagi ef því á annar borð býðst það. Og ef að viðkomandi barni er boðið leikskólapláss og því er hafnað, að þá fær náttúrulega bara næsta barn á biðlista plássið og foreldrar þess hafa þá kannski tök á að fara aftur út á vinnumarkaðinn og svo framvegis. Það mætti þá vel hugsa sér að barni sem að hefði hafnað, eða plássinu sem hefði verið hafnað fyrir barnið, að það færi þá bara aftast aftur í biðröðinu ef það er eitthvað skilyrði að það sé á biðlista. En ég held að þetta sé óþarflega íþykjandi og
þetta er engar upphæðir sem ræðir, en þetta getur skipt ótrúlega miklu máli kannski fyrir annars vegar fólk sem að, eins og ég segja, einhverjum ástæðum kýs að hafa barnið sitt í leikskóla öðru sveitarfélagi og þá sem að síðan eru á biðlista og eru eftir þessu barni. Kannski til lánstíma minnkar aðeins þörfin á að bæta við leikskólaplásum, ég veit það ekki, það var kannski áhugaverð pæling, en já, ég hefði kannski gaman að heyra hvað öðrum bæjarfulltrúum finnst þetta. Takk fyrir þetta, Sigurjón Vídalín. Þá hefur Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista, óskað að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, ég tekur bara undir með Björn, þetta eru góða pælingar og eitthvað sem er auðvitað verst að skoða og ætti þá að greina með það betur og byrja kannski starfsmönnum að vinna í raun í því. En eins og kom fram hjá Brynhildi, ég held að þetta ætti kannski ekki að vara það að við klárum að þessa heildarendurskoðun á þessu reglum, en þetta er góð punktur til þess að vinna síðan í framhaldinu og skoða þá hvort þessi tilefni til að breyta þessum þætti og þá einmitt bera saman, eru önnur sveitarfélög með einhverja leiðir sem hafa reynst vel eða er þetta bara besta leið eða ættu við að breyta. Þannig að ég tekur undir þetta. Góð pæling og alveg verðt að láta skoða það nánar, en allavega svona kannski að við samþykjum þennan baka þannig að heildarreglurnar séu komnar í gildi, en þetta sérstaka ákvæði væri bara mjög gott að skoða í framhaldinu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Þá Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista. Óskar að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur. Ég held að sé alveg þannig hér í sveitarfélaginu Árborg sem á öðru sveitafélögum að ef það eru sérstakar aðstæður þá er alltaf tekið tillit til þess og það hefur verið gert þannig árabil og með góðum árangri. Ég er samt þeirrar skoðunar að við þurfum að hafa þetta mjög skýrt og kýs það að við stefnum að því að við getum veitt okkar íbúum og börnum þá þjónustu sem við þurfa innan okkar sveitafélags. Bara eins vel og hægt er og við leggjum upp með það, en ég veit að það er þannig að ef að aðstæður eru sérstakar einhverju hluta vegna, að þá hefur það reynst vel að fá pláss annar staðar, en þetta eru þetta háar upphæðir, bara svo það sé sagt. Eitt svona pláss er mjög dýrt og þess vegna er ég persónlega hlynnt því að við reynum að sinna því eins og við getum innan sveitafélags, en að því sögðu þá held ég að því hafi verið sinnt mjög vel hingað til allavega þegar kemur að grunnskólanum og hefur reynst mjög vel þegar börn hafa þurft á því að halda að sækja jafnvel minni skóla og þess vegna er ég mjög hlynnt því að það sé hægt að rótera mögulega niður í barnaskóla Eyrarbakk Stokkseyri. Það er bara öðruvísi uppsetning, annars konar skólastofur, ekki svo mikið opið rými og það hentar ekkit alltaf öllum það sama. Þannig að ég held að Sveitarfélag Árborg sé í dag komið með mjög fjölbreytta bara möguleika að þjónustu. Þannig að það er bara mín skoðun, en ég treysti starfsfólki sveitafélagsins til að taka á þeim málum þar sem að sannarlega hefur þurft að taka börn út úr aðstæðum og alls konar hluti sem að getur auðvitað gert að verkum eins og bæjarfulltrúi Sigurjón sagði að það er bara ekki hægt annað en að taka út úr aðstæðum, en ég er mjög hlynnt því að við sinnum þessu í okkar sveitafélagi eins langt og þannig og eins mikið og mögulega er hægt. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla Steindóra. Við erum að ræða hér reglur leikskóla í sveitafélaginu Árborg. 5. mál á dagskrá fundarins og í því sem að Fjóla var að ljúka hér máli sínu þá gekk hér fram hjá hinum megin við klukkan fyrrum bæjarritari Helgi Helgason. Ryksaði þar áfram hratt og örugglega. En það er opið ennþá fyrir mælendaskrá
ef einhverju vilja fleiri tjá sig, ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þessar reglur sem að Fræðslu- og frístundanefnd hafði áður samþykkt samhljóða og vísaði hér til bæjarstjórnar til fullnaðar afgreiðslu. Þeir sem eru því reglunum samþykk vinsað gemerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 7. máli á dagskrá fundarins, viðauki við fjárhagsáætlun 2025. Tillagan er frá 133. fundi bæjarráðs frá 12. júní síðastliðinn, liður 7. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja þennan viðauka nr. 3 við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Áhrif viðaukans á rekstrar niðurstöðu samstæðu sveitarfélagsins Árborgar er krónur 6.877.599 krónur. Áhrif viðaukans á sveitarsjóð A-hluta eru 6.877.599 krónur og lækkar því rekstrarafgangur í A-hluta áætlaður neikvæður 781 milljón. Þannig við. Mér finnst þeirra svolítið mörg núll í því. Það eru. Já, en ég átta með því sko, en hérna, ég er bara að spá í tölunni, það eru 781.767.000, já. Eftir að viðauki er samþykktur. Áhrif viðaukans og samantekin A- og B-hluta eru því 6.877.599 krónur og verður því rekstrarniðurstaða samantekins A- og B-hluta áætlun neikvæð 186.682.000. Viðaukanar með lækkun á handbæru fé. Ég opna fyrir mælendaskrá og einhverju vilja tjá sig þennan viðauka og viðaukatillögur. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista, hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar tilnefndur. Já, við erum hérna með viðauka nr. 3 og hérna ætla að renna yfir þau helstu verkefni sem fallega þau hafa verið tekin fyrir í bæjarráði hér áður. Það eru hátíðarhöld 7. júní, þarf að verið að klára samninga bæði og voru örlítið hækkaðir bæði við hátíðarhöldin hérna á Selfossi og Eyrarbakka, samtals 350.000 krónur, og síðan kom til reikningur sem hafði fyrir mistök ekki verið greiddur eða ekki verið rukkað fyrir árið 2024 og er því kláraður núna árið 2025 en var ekki áætlun því miður, þannig að þar þurfti bara að leysa úr þeim hlut og var það gert snart og örugglega, þannig að við ræðum 850.000 krónur þar. Það eru akstur vegna fjölgunar kennslustuðla á unglingastigi BES, það er sem sagt þurfti að bæta við heimferð og það er hækkun upp á 560.000 cirka sem var náttúrulega ekki gert ráð fyrir áætlun og þarf að bæta við núna frá haustinu. Og síðan er tilfærsla vegna jöfnunarsjóðs, það er tilfærsla bara milli liða sem eru ekki í för með sér hækkun eða lækkun, það er vegna tónlistarskóla. Greiðsla vegna tónlistarskóla frá jöfnunarsjóði og að endingu kjarasamningsbundnar hækkanir sem voru samþykktar á héraðsnefnd Árnesinga sem er að koma inn núna upp á 5,4 milljónir rúmlega, þannig að heildarlækkunin á niðurstöðu A-hluta og svo samstæðan A og B er 6.877.599 krónur. Það er heldur nú að leggja þetta fram til samþykktar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig. Það er Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, sem óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar aðrir tilheyrendur. Já, ég var ekki samkvæm sjálfum mér, ég kem ekki hér upp undir viðauka. Ég ætla svo sem ekkert að segja viðaukan annað en það að ég sakna þess að sjá texta annan en þann að lækkun viðaukan sé mætt með lækkun að handbæru fé. Eins og við aðeins mist marks í því að horfa á tekjuhliðina og mögulega er það þannig að þetta mun allt lagast á 3 síðustu mánuðum ársins eins og bæjarfulltrúi Sveinn Ægir sagði árið, en þá koma tekjurnar frá jöfnunarsjóði og þetta er auðvitað bara viðauki hér á miðju ári, en ég sakna þess að það sé ekki verið að horfa á aðra leiðin en lækkun að handbæru fé til að mæta
auknum kostnaði. Takk. Takk fyrir þetta Fjóla Steindóra. Það eru fleiri sem vilja tjá sig. Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þessar tillögur að viðauka upp á samtals 6.877.599 krónur. Þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 7. mál á dagskrá fundarins, það er fundartími bæjarstjórnar og bæjarráðs kjörtímabili 22 til 26. Tillögur fyrirkomulag funda bæjarstjórnar í júlí og ágúst eru að bæjarráð verði falin fullnaðarafgreiðsla mála. Forseti leggur til að bæjarstjórn taki sumarleyfi og að fundi bæjarstjórnar liggi niður í júlí. Næsti fundur bæjarstjórnar verði því þann 20. ágúst næstkomandi. Meðan bæjarstjórnir í sumarleyfi er bæjarráð með sömu heimildir og bæjarstjórn hefði ella. Bæjarráð tekur ákvarðanir að víkja frá fundartímum samkvæmt bæjarmálasamþykkt eftir því sem þurfa þykir og aðstæður eru á hásumarleyfistímanum. Ég opna fyrir athugasemdir ef einhverjar eru þetta. Þetta er svona nokkuð samkvæmt þeirri hefð sem hér hefur skapast á árum og áratugum. Ef enginn ætlar að kveða sér hljóðs þá ber ég þetta upp til atkvæða. Þeir sem samþykja þessar tillögur vinsamlegast gefið merki. Samþykkt samhljóða. Þá eru það fundargerðir sem eru lagðar hér fram til kynningar. Það er 8. mál á dagskrá fundarins ungmennaráð 4. fundur haldinn 28. apríl síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þessa fundargerð ungmennaráðs. Ef svo er ekki þá fyrir við í 9. mál á dagskrá fundarins sem er ungmennaráð sömuleiðis. 5. fundur haldinn 12. maí síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þessa fundargerð fundargerð ungmennaráðs. Ef svo er ekki þá fyrir við í 10. lið á dagskrá fundarins sem er ungmennaráð áfram. Nú er það 7. fundur haldinn 27. maí síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig þá fundargerð. Ef ekki þá förum við í 11. mál á dagskrá fundarins, það er umhverfisnefnd 22. fundur haldinn 27. maí síðastliðinn. Þá er óskað eftir að fá að taka til máls Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista. Forseti, kemur það upp undir fundargerð umhverfisnefndar frá 27. maí og mér langar að vekja athygli á breytingu á opnunartíma gámasvæðisins sem er mikið fagnaðarefni að það hafi verið gerð breyting til samræmis við eins og opnunin var, þar að segja búið að lengja opnunartíman 1 dag í viku til 6, þar að segja miðvikudögum er opið til klukkan 6 í stað 4 áður. Það munar miklu að fólk komist á gámasvæðið mögulega eftir vinnu. Það var erfitt að komast þegar það var eingöngu opið til 4 í meiri viku. Þannig að það er mjög jákvætt og við fögnum því. Svo langar mig aðeins að vekja athygli á þarna máli númer 2. Það er varðandi úthlutanir á umsóknum beitarhólf í sveitarfélaginu. Það voru auglýst hérna mjög mörg beitarhólf til umsóknar fyrir skemmstu og margir sem að sóttu og mun færri fengu heldur en vildu. Það var mikil eftirspurn eftir beitarhólfum og það var í rauninni svona niðurstaðan var svo að eftir þessa vinnu, eftir meðhöndlar umsókna og úthlutun að þessi beitarhólf eru mjög mikið tilfinningamál í sveitarfélaginu og þetta voru ekki allir á eitt sáttir en þetta var bara mikilvæg áminning til okkar að við þurfum að vera með skýra reglur
útlutunina og hverjar svona forsendurnar eru fyrir að fá útlutað og hvernig á að ganga og hirða þessar eignir sveitafélagsins. En þetta var allavega heilmikill lærdómur sem var dreginn af þessum útlutunum og það þarf að vanda til og reglurnar okkar þær þurfa að vera mjög skýrar. Þannig að það verður farið í ákveðna endurskoðun á reglunum núna og er verið að vinna í því þessa dagana. En það er allavega þannig að það skiptir máli að það sé vanda til verka og við höfum verklagið og vinnubröðin í kringum þetta skýrt og gott. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir 11. lið á dagskrá fundarins umhverfisnefnd 22. fundur haldinn 27. maí síðastliðinn. Ef svo er ekki, þá förum við í 12. lið á dagskrá fundarins sem er velferðarnefnd 17. fundur haldinn 27. maí síðastliðinn. Einhverjum sem vilja tjá sig þá fundargerð? Ef svo er ekki, já, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi í B-lista og skættir að fara að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Mig langar bara rétt að koma upp þó að vonandi þessi flestir eru búin að sjá varandi flakkandi félagsmiðstöðina og bara hvetja alla íbúa til að fylgja félagsmiðstöðinni Celsius á Instagram og geta þá fylgst með hvar flakkandi félagsmiðstöð verður í sumar og hvar þau eru á ferðinni. Og já, bara hvetja krakkarna til að taka þátt í starfinu sem félagsmiðstöðin er með í sumar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ellý. Eru fleiri? Við viljum tjá sig, ef svo er ekki, þá förum við í 13. lið á dagskrá fundarins skipulagsnefnd 45. fundur haldinn 28. maí síðastliðinn. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista, óskar að fá að taka til máls. Forseti, bæjarfulltrúar tilheyrendur, mér langar bara rétt svona að benda á að nefndin fékk þetta til kynningar fyrir umferðarskipulagi til Árborg sem Kristján Erna frá Verkís var að kynna svona niðurstöður vinnu við gerð umferðarskipulags Árborgar fyrir núna 2025 og greiningar sem hafa verið unnar núna út frá mælingum og suðurhólum þar sem hefur verið komið margar ábendingar aukna umferð bæði bara almenna bílaumferð og þungaflutningar og mikill hraði sem er þar á ferðinni. Þannig að nefndin var að fá kynningar á niðurstöðum og þeim greiningum sem hafa verið og núna er verið að vinna úr þessum gögnum og gera tillögu líka bara hvað aðgerðir eftir að fara í sem verða þá teknir fyrir í þar til bara nefndum í framhaldinu. Svona vildi vekja athygli á þess að þessi vinna er í gangi og auðvitað nær hún yfir stærra svæði heldur en bara Suðurland en það er svona hefur verið í ákveðnu fókus kannski punkti að greina það betur út af ábendingum sem hafa komið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá förum við í 14. lið á dagskránu. Það er bæjarráð 132. fundur haldinn 5. júní síðastliðinn. Fyrir sem vilja tjá sig Sigurður Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi S-lista, óskar að fá að taka til máls. Herra forseti, já, ég kem hérna undir fundargerð 132. fundar bæjarráðs, lið 2 og raun og veru lið 3 líka. Það er annars vegar viðbóti húsnæði við barnaskólann á Eyrarbakka og Stokkseyri á Eyrarbakka og hins vegar fjölgun kennslustund á unglingastígi í barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri. Samkvæmt bókun þá á að færa tvær færanlega kennslustofur sem nú voru staðsettar við Stekkjarskóla og tengja við núverandi húsnæði á Eyrarbakka. Þetta er fagnaðarefni og gott að
hægt er að nýta þessar kennslustofur eins og fyrir séð var á sínum tíma og það var einst okkur gulds í gildi og komum til með að nýtast okkur áfram vel þessar færanlegu kennslustofur við Stekkjarskóla. En það sem að kannski vekur athygli mína er að bæjarráð samþykkir viðaukann, en eftir sem ég best veit þá á bæjarráð að vísa því til bæjarstjórnar að bæjarstjórn samþykkir viðaukann og hann kom ekki núna með viðaukann sem við vorum að samþykkja áðan og ég velti fyrir mér af hverju ekki því að í máli 3 þá er sams konar afgreiðsla, það er að segja þessi viðauki og lagt til að hann sé bæjarráð væntanlega samþykkir að fela bæjarstjórn eða óskar þeirra bæjarstjórn samþykkin og hann kom á hann. Bara velta fyrir mér af hverju komuður ekki báðir. Bæjarstjóri geti svarað því, þetta var beint til hans. Takk. Takk fyrir þetta Sigur og Vítalín. Þá er Fjóla Steindóra Kristinsdóttir bæjarfulltrúi D-lista og óskar eftir að fá að taka til máls. Forseti, já, ég ætlaði nú reynda líka að nefna þetta sem bæjarfulltrúi Sigurjón var að spyrja út í og ég ætlaði jafnframt að spyrja út í líka lið 4 og 5 sem eru svona sambærilega liðir, akkur það nema ég bara hafi ykkur staðar farið fram hjá mér og bara leiðréttiði mig að við höfum ekki fengið það heldur inn í viðauka af því að miða við minnisblaðið eins og ég skil þetta þá erum við að tala leig á tjaldi upp á 2 milljónir og svo þessi 500.000 og svo í rauninni aftur í rauninni 2, ef ég skilda rétt þá er þetta 2,7 2.750.000 hérna fyrir sjálfri hátíðinni. Þannig að mér langar líka bara að spyrja út í það, kannski er þetta búið að koma, akkur kom ekki viðauki fyrir þessu. Síðan langaði mig einnig að taka undir lið 7, þar sem er verið að tala um votmúlaveg og ástand vegar. Mér langaði svona bara að bara svona brýna okkur öll að við þurfum að skoða ástand votmúlavegar og vegna aukinnar umferðar. Eðlilega þá fara þessi bílar í kringum miðbæinn og bara ekkert nema eðlilegt að þeir reyni að koma sér þar sem er minni umferð. Ég held að við höfum að beita vegagerðina þrýstingi þarna að fá þá að borðinu og auðvitað ger ég mig fullkomlega grein fyrir því að það er ekki einfalt mál en mér langaði bara aðeins að brýna okkur þarna. Svo langaði mig líka til þess að vekja athygli á fundargerð Bergrisans en það er uppbyggingar áætlun á húsnæði fyrir fatlað fólk á starfsvæðin okkar sem er mikið fagnaðar efni að hér sé komin áætlun framtíðar uppbyggingu en eins og við munum öll að það hafði ekki verið byggt hús á okkar svæði fyrir fatlað fólk síðan 2007 þegar nauthægin var tekin í notkun. Þannig að langar enda þetta á jákvæðum nótum að fagna þeirri vinnu sem hefur átt sér stað og að sú uppbygging sé komin í svona ákveðin farveg svo eftir efni og ráðum eins og við ræddum og ítrekum síðan. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Fjóla Steindóra. Þá er Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi D-lista og óskar eftir að fá að taka til máls. Já, forseti bæjarfulltrúar tilhendur. Varðandi bókun bæjarráðs við máli 2 sem var við viðbót við húsnæði við BS á Eyrarbakka þá er áreitt að kemur fram í síðustu setningun og kannski þetta er orðalag sem má kannski laga til að bæjar og félug bæjarstjórn að leggja fram viðauka til samþykktar bæjarstjórn en hann var ekki með þessu viðauka þessi fjármáldi þegar beðum að fá að rýna þess skoða þess betur og vegna sumarleyfa líka hjá starfsmönnum og mannvirkja umhverfissviði hvað réttast væri að setja þennan kostnað upp á bókun þannig að hann kemur inn í rauninni til næsta viðauka og þetta ekki farið inn eina framkvæmdir eða neitt fyrir en það er staðfest. Þannig að það er ástæðan fyrir okkur að hann var ekki inn í þessum viðauka að þau ósku eftir ég að fá að eiga nánara samtal á milli sviða til að vera með réttu staðsetninguna þar sem við varum að samþykkja viðauka. Varðandi hátíðarhöldin, þá var þetta inn í viðaukanum áðan
Samningur sem var gerður hátíðahaldið, hann í áætlun en það var verið í rauninni óska eftir viðauka til þess að klára reikning frá árinu 2024 og það rauninni hluta töluninni í viðaukanum. Varandi 17. júní hátíðahaldin, þá í rauninni í samningi auðvitað og í áætlun ákveðin upphæð en það var semst verið óska eftir upphæðslu á samningum sem var verið að samþykja þarna og þá þessum 250.000 krónur sem voru vegna hátíðahaldinu á Selfossi og síðan kom sérbókunum sem í næstu fundagerð kemur þetta eftir, það 100 áskall vegna Eyrarbakka, þannig að það sett saman í þennan 850.000 krónur sem í viðaukanum áðan sem við vorum að samþykkja. En aðrar upphæðir var gert ráð fyrir í áætlun, þannig að það eðlilega ekki að biðja aukalega fyrir þær, en viðaukinn sem aukinn, það sett í viðaukanum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Fleiri sem vilja tjá sig undir 14. máli dagskrá fundarins bæjarráðs fundargerðina nr. 132. Ef svo ekki þá förum við í 15. mál á dagskrá fundarins bæjarráð 133. fundur haldinn 12. júní síðastliðinn. Einhverjum sem vilja tjá sig, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista. Þetta að fá að taka þetta máls. Forseti, kemur undir fyrsta lið, varðandi hátíðarnar hjá okkur sumar, bara hvetja bæjarfulltrúa og íbúa til að kynna sér allar viðburðir sem hjá okkur í sumar. Það Jónsmessu hátíð til með Eyrarbakka núna helgina, flott dagskrá og bæði fyrirmynda dagskrá bæði á Eyrarbakka Stokkseyri á 17. júní í gær. Heppnaðist mjög vel þótt að ringdi smá á okkur, en það fjölmargir viðburðir framöndan hjá okkur í sumar, bæði núna í júní, júlí og ágúst og langar meira eindregið að hvetja íbúa til að kynna sér málið og mæta. Takk fyrir þetta, Sveinn Ægir. Þarna skriflaði formaður veitinefndar örlítið á Skötu og talaði 17. júní dagskrána á Eyrarbakka og Stokkseyri, en hún var á Eyrarbakka og hún var mjög glæsileg. Ég fór þangað og sömuleiðis hér á Selfossi, þannig átti við það. En mældagskrá opin í þessu síðasta máli fundarins, 60. bæjarstjórnarfundar bæjarstjórnar Árborgar. Ef svo ekki, þá erum við komin hér að leiðarlokum á þessum fundi. Ég vil óska bæjarfulltrúum, starfsmönnum sveitarfélagsins og íbúum öllum gæfu og gengis í sumar og við hittumst hér hress og kát miðvikudaginn 20. ágúst næstkomandi og forseti segir fundi slitið.